útrýming fordóma. Og mér langar að nefna eitt í þessu samhengi vegna þess að það sló mig mjög. Ég var á dögunum fengin í ónefndan sjónvarpsþátt á sjónvarpsstöðinni INN og var þar í viðtali við tvo menn sem vildu ræða jafnréttismál, eins og það var orðað. Og það var farið yfir víða völl, það var rætt bann við kaupum og vændi og það var rætt nektarstaðina. Svo vildu þessi tveir ágætu menn endilega ræða við mig réttindi samkynhneigðra. Ég var alveg til í það og talaði þetta frumvarp sem væri á leiðinni. Og þá kem ég að fordómunum og hugarfarinu. Sú spurning sem þessir ágætu menn spurðu mig var hvort það ætti ekki bara alveg eins að banna gleðigöngu samkynhneigðra á Laugaveginum á sama hátt og við værum að banna strippdans á strippbúlum nektarstaða vegna þess að gleðiganga samkynhneigðra hún misbyði þeirra siðferðiskennd. En þegar þú talar sem sagt að við Íslendingar við viljum ekki hafa svona staði hérna á Íslandi, þetta er ákveðin siðferðismörk sem við erum að setja okkur, hvað leggjum við mörkin, þú veist? Er það stúlka sem dansar svona við súlu? Er það íslenski dansflokkurinn þegar hann kannski bláklæddur að dansa? Nei, Óli, veistu það, þetta snýst... Nú bara spyr ég, af því að ég... Þetta snýst ekki það. Ég held að allir viti hvar þessi mörk liggja. Það snýst ekki það að horfa ballerínu dansa upp á sviði. Þú veist það jafnvel og ég hvar mörkin liggja og því hvort það er eitthvað sem að misbýður siðferðiskennd fólks eða ekki. Og það þarf í raun og veru ekkert að diskutera það og samanburður við íslenska dansflokkin eða eitthvað annað er náttúrulega dálítið langsótt og þú veist það alveg sjálfur. En svo nú skal ég bara spyrja, það er hlutur hérna á Íslandi sem er ákveðs hverjir sem ángra ákveðna aðala. Ég er ekki að tala fyrir mína hönd endina, það eru sumir sem horfa til dæmis á Gay Pride þegar það er hérna í ágúst. Þá erum við að sjá karlmenn og kvenmenn fáklædda dansandi á bílum keyrandi eftir götu þar sem að þúsundir manna að horfa og fagna. Sumir myndu til að þetta væri svona ákveðið siðferðis brestir hraðan gangi. Gerum við eitthvað í því? Og þegar maður heyrir svona og maður er spurður svona spurninga á því árið 2010 þá verður maður nánast kjaft stopp. Auðvitað svaraði þessum tveimur mönnum fullum hálsi því þetta er auðvitað gjörsamlega ólíku saman að jafna. Þetta er svo ólíkt að það er eiginlega ekki hægt að bera þetta tvennt saman. Við erum að tala þarna samkynhneigt fólk sem hefur sömu réttindi og ég og þú. Já, sem betur fer. Já. Vegna þess að gleðiganga samkynhneigðra hún misbyði þeirra siðferðiskennd. Hún misbyði þeirra siðferðiskennd. En þetta er verkefni held ég núna, það er að breyta þessu hugafari, þessum fordómum og þessum viðhorfum í garð samkynhneigðra. Starfsemi nektarstaða stríðir til að mynda bara svona gegn minni siðferðisvitund og margra annarra.